ert á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, kannski frétt dagsins svo að Mannréttindadómstóllinn í Evrópu var enn einu sinni að fella úrskurð gegn Íslenska ríkinu með skilst að við eigum Evrópumet, allavega með höfðatölu. Við sitjum uppi með lakara ríki heldur flestir aðrir og fáum oft svona dóma eða ef við segjum við erum ríkið. Nú var það mál sem að tengist talningunni í Borgarnesi í þingkosningum 2021 sem að sögu fræg og Mannréttindadómstóllinn á því að Íslenska ríki geti ekki tryggt borgurum hér frjálsar kosningar. Þetta hljómar þegar maður segir þetta sem mjög svona alvarlegur dómur. Magnús Davíð Nordal og Guðmundur Gunnarsson, þeir voru að vinna Íslenska ríkið til hamingju með það. Takk fyrir sem er leiðis bara. Já. Því að það eru við öll borgarnir sem að unnum sko. En þetta alvarlegu dómur. Þetta hljómar svona eins og að ég meina það eiginlega frumskilyrði í lýðræði samfélagi að það sé tryggt þess að kosningar séu frjálsar og óumdeilanlegar, ekki? Já, dómstólnum falið að meta það hvort að Íslenska ríkið hafi þarna gerst brotleg við skyldur sínar samkvæmt Mannréttindasáttmála Evrópu og kemst að þeirri niðurstöðu að Íslenska ríkið hafi þegar þessar kosningar fóru fram brotið gegn réttinum til frjálsra kosninga og ekki síður brotið gegn þeim grundvallarrétti að geta borið mál sitt undir hlutlausan aðila. En það var auðvitað Alþingi sjálft sem ákvað það að þessar kosningar skyldu standa og að þær væru gildar. Og það sér það hver maður. Og það nýkosið Alþingi, samkvæmt þessum nýkosið Alþingi, þannig að það eru sigurvegarar kosningarna sem ákveða það hvort að kosningarnar sem að þeir sigruðu hafi verið gildar. Og það þarf ekkert að ímynda sér, það er að ímynda sér aðrar aðstæður en þarna voru uppi, en þetta þetta mjög óeðlilegt. Stjórnarskráin okkar gerir ráð fyrir þessu og það það sem er gagnrýnt sérstaklega. En það eitt sem ég langar að benda á og sem ég tel rétt að núverandi valdhafar og þeir sem hafa farið fyrir þessum stjórnarmeirihluta svari og það varðandi valið sem aðilarnir höfðu vegna þess að krafan var Guðmundur, uppkosningu í okkar kjördæmi á þessum tíma. Ef að það hefði nú verið gert og það hefði verið tryggt og það hefði verið hafið yfir allan vafa hvernig framkvæmdin var, þá hefði við ekki þurft að fara í þetta mál fyrir Mannréttindadómstól Evrópu. Þannig að þingið hafði, stjórnarmeirihlutin hafði þarna val að beina þessu í annan farveg en gert var, en þau kusu að leggja blessun sína yfir kosningarnir í norðvestur. Það voru þarna ágallar og það engin ágreiningur þessa ágalla. En alltaf einu leggja við blessun sína yfir þetta og hvert þá svar þeirra í dag þegar að Mannréttindadómstóll Evrópu segir að þarna hefur verið brotið gegn réttinu til frjálsra kosninga. Mér langar að heyra bæði fráfarandi forsætisráðherra og núverandi forsætisráðherra sem að fara fyrir þessum og hafa farið fyrir þessum stjórnarmeirihluta svara þessu. Svo þurfum við auðvitað að breyta stjórnarskrá líka en hvað eru svörin? Í rauninni sko bara hvað gekk fólki til, held ég að segja bara stóra spurningin, því að þegar þú situr, það mjög veiga mikið ábyrgða hlutverk að taka sæti á Alþingi sem kjörin fulltrúi almennings, drengskaparheit og allt sem að því fylgir og þú ert með mikil völd og þú færð fyrsta máli sem þú færð í fangið á nýju þingi í rauninni hvort að þitt eigið kjör hafi verið gott og gilt og löglegt og rétt og með allar þær upplýsingar sem að þingmennirnir, nýkjörnir höfðu fyrir fram að sig alla þessa ágalla allt þetta fíasko í Borgarnesi sem að ég veit ekki hvort að fólk hafi þolinmæði til þess að við rifjum upp. Ég held að það sé ágætt að við gera þar þótt að við byrjum í nútímanum að nú rennum við okkur sérstætt aftur og bak til haustsins 2020. Já, en þau eru sérstætt með þetta fyrir fram að sig. Þau eru með þessa vitnesku, þau eru með þessa ágalla en þau taka samt ákvörðunum að segja þetta allt í gúti. Við ætlum að láta þetta slæta. Þó svo að enginn geti lengur úrskurðað hver voru raunverulega niðurstaðan úr þessu kjörðan. Nei, og enginn veit. Og það niðurstaða Birgis nefndarinnar. Það engin leið að vita hvort það hefði verið átt við kjörgögninni eða ekki. En við föllumst eins og á tiltekna niðurstöðu sem var á einhverju blaði einhver tíman og láta bara gott þetta. Því að ég á þingi og mér líður ágætlega með það
og ég nenni ekki að hafa eitthvað vesen. Já, og sko fyrir mér, að því að nú vill maður aldrei fólki illt, sko, að ég held að það séu allir vel meinandi sem farin í þetta starf, en þetta lítur þannig út utanfrá og fyrir mér að þarna er þú að segja með þessu atkvæðinu, með því að gúttera þetta, er þú að segja ég er hér fyrir mig en ekki ykkur. Það er ákvörðunin sem ég er að taka fyrir mína hagsmuni en ekki hagsmuni almennings. Því þeir voru augljósir. Það hefði verið uppkostning. En þetta snýst það voru gefin út niðurstöða í kosningunum. Já. Og síðan hvað? Finnast atkvæði? Sko, eða hvað? Það er talið aftur og það er bara allt önnur niðurstöða. Í rauninni er þetta bara þannig að það er kosið í Norðvesturkjördæmi, talningin fer fram í Borgarnesi eins og við munum. Þar er fólk sem að telur atkvæði og svo kemur ykkur niðurstaða. Hún er tilkynnt þarna í morgunsárið. Ég var staddur í Bolungarvík á þessum tíma í húsi foreldra minna. Og er þá inn á þingi? Og er alltaf inn á þingi og er að taka við árnaðaróskum. Pabbi fór út og flaggaði og alltaf kafi snjói maður rétt og svo bara húrra í fjölskyldun upp í bíl og við keyrum söður vegna þess að það átti bara að kalla saman þing strax helgin eftir og þurftum að keyra söður. Svo einhvers staðar þarna í Ísafjarðardjúpi í símasambansleysi að þá fer ég að fá svona óljóst veður og skilaboðum að bíða aðeins með árnaðaróskirnar, möguleiki hvort þú viljið snúa við því að það sé verið að fara að telja aftur. Á hverju? Og það var aldrei augljóst vegna einhverjum misvægis á atkvæðum þá sérstaklega viðreisnar framboðs. Ef ég maður rétt, en það kom allavega, atburðarásin er þannig að niðurstöður eru tilkynntar af fólkinu sem er að vinna þessu í Borgarnesi. Svo kemur símtal frá yfirkjörstjórn að það þurfi að telja aftur. Og af hverju nákvæmlega misræmi í einhverjum tölum, en það hefur aldrei almennilega komið fram. Af hverju það var talin ástæða til þess að fara í þessa endurtalningu. Það enginn af flokkunum sem gerir kröfu það? Það yfirkjörstjórn sem að gera það beint? Enginn af flokkunum, nei. Það var ein ástæða sem var tilgreind að það hefði verið svo mjótt á mununum. Þarna hefði munað svo rosalega litlu að það væri eðlilegt að telja aftur. Í kjördæminu eða í þessari hringekju sem að fer alltaf í lokin hérna út af jöfnunamönnum? Í kjördæminu, norðvestu kjördæmi eingöngu. En það er fellurinn á því að það eru mjög mörg dæmi að mjótt hafi verið á mununum í kosningum á Íslandi án þess að hafi verið gripið til endurtalningar. Og ég held við getum bara að skoða söguna ef við viljum eitthvað reyða það fyrir. Við ættum náttúrulega hérna í frá að telja aftur því að það kemur ljós að fyrsta talning er bara Já, en þarna kom upp þessi staða að það fór fram einn talning með ákveðinu niðurstöðu. Síðan er tekin ákvörðun um að framkvæma aðra talningu sem að gefur aðra niðurstöðu með í rauninni annari samsetningu á alþingi okkar. Og við höfðum enga leið til að vita hvor talningin væri í rauninni rétt. Við höfðum ekkert í höndunum til að ákveða það. Þannig að bara við þær aðstæður. Það eru 2 talningar, 2 niðurstöður, þú veist ekki hvor þeirra er rétt. Þá náttúrulega ferðu bara í laun. Þau gera ráð fyrir því að það sé hægt að boða til uppkosninga. Það hefði mátt gera í Norðvesturkjördæmi og var eðlilegt að gera þessar aðstæður. Og gleymum því ekki, stóra málið það er ekkert athugavert við það að telja aftur. En það er það sem að gerist í millitíðinni. Þar eru brotalaminnar. Það sem að kjörgögnin voru ekki innsugluð. Það er ekki hægt að tryggja að það hafi ekki verið átt við kjörgögnin. Við munum eftir öryggismynd, vídeóupptökum úr öryggismyndavölum á Hótel Borgarnesi. Það sem að kjörgögnin voru óvarin og óinnsigluð tímunum saman. Og þar með er engin leið að vita hvor talningin er rétt. Hver er rétt að niðurstaða. Og maður þarf ekki að ætla einum eða neinum einhver svik eða neitt slíkt. Þetta verður aldrei snúist um það og ég hef aldrei sakað neitt um það. Munurinn á talningunum, er það ekki að það eru fleiri atkvæði í seinni eða það er ekki bara að flytjast á milli? Jú, fjöldi atkvæða, en það var að munaði langmestu á atkvæðum Viðreisnar sem að fluttust á milli Viðreisnar og Sjálfstæðisflokksins aðalega. Man maður þetta ekki svo gjörlega, en einhvern tíma var ná með allar þessar tölum. Ok, en þá kemur upp svona, ég hefna eðlilegast þeirra að vera bara með uppkosningu, svo kallega. Já. Kjósa aftur í norðvestri. En þá koma upp svona einhver rætti sem segja, nei, það gengur ekki því að út af þessu með uppbóta þingmennin og eitthvað fleira og segjum að sé þannig að það sé bara engin leið á að reikna með að hann fari inn að þá gætu ykkur fara að kjósa bara miðflokkinu eitthvað til þess að ykkur hringa ekki að fara í gang. Það er eiginlega óhugsandi að uppkosningar í einu kjördæmi þegar niðurstöðuna liggja fyrir hinu kjördæmunum geti verið frjáls og eðlileg kosning. En eins og í lífinu sjálfu, þá voru þarna ákveðnir valkostir sem að kannski allir voru erfiður og allir höfðu sína galla. En að velja þann kost, að láta kosningarnar í Norðvesturkjördæmi standa með þessum hætti, það var versti kosturinn að mínum dómi.
best hefði verið að kjósa á öllu landinu aftur. Skást. Það hefði verið skást. Já, það voru ekki góði kostir. Og þarna í miðjunni að boða til uppkostninga í norðvestu kjördæmi. En þeir velja versta kostin. Og auðvitað það þannig að þarna eru aðilar dómarar í eigin sök. Afleiðingar þess að boða til uppkostninga í norðvestu kjördæmi hefði getað leitt til þess, til dæmis að þessi stjórnarmeirihluti sem að þarna var hægt að mynda, það hefði ekki lengur verið hægt. Hvað ef að þingmönnum Framsóknar hefði fækkað eða þingmönnum Vinstri grænna. Þannig að menn vilja ekki taka þá áhættu og þess vegna við getum ekki búið við kerfi sem að felur þeim sem að sigra þetta tiltekna vald. Þú þarft að geta kært beint til dómstóla til aðila sem á að vera hlutlaus til að fá úr þessu skorið og það stærsta atriði sem að Mannréttindadómstóll Evrópu bendir á. Og það mjög stórt atriði sem Magnús er að tala það ekki, og við höfum aldrei verið á þeim buxunum að vera að saka einn eða neitt að hafa rangt við eða svindla í kosningum. Það hins vegar að kerfi sér þannig smíðað að það sé beinlínis gert ráð fyrir því að ef þú svindlar eða mistök verða þá það í þínum höndum sem sigurvegari að kveða úr það hvort að það fá að standa eða ekki. Já, það það sem að Mannréttindadómstóllinn segir að það sé, ef það verður eitthvað svona staða kemur upp, þá verður ekki Alþingi sem ætti að úrskurða. Það verður að finna eitthvað annað fyrirbrigði. Já, nú og ef að menn ætti að bregðast við þessu, þá verður líklega búið til eitthvað þá skal kalla saman 3 manna nefnd sem 2 eru tilnefndir frá Hæstarétti og Guðum að vita hvað eða bara getur farið beint fyrir dómstóla, það væri eðlilega sko, getur borið þetta beint undir héraðsdóm. Já, en það getur verið svolítið langur tími eða ekki sem að þá óljóst kosningúrslit. Jú, en það var þetta lengi í Bandaríkjunum í Flórída á sínum tíma. En það náttúrulega eru ákvæði okkar lögum flýtimeðferð í einstaka málum, þannig að þú getur alveg byggt það inn í lögin að mála þessu tagi myndu fá flýtimeðferð. Það er ekkit loku fyrir það skotið þó að þetta fari gegnum dómskerfið með hefðbundum hætti, það sé gert með einhvern hraðari hætti en venja enda varðar þetta kosningar og lýðræði sjálft. Og eitt atriði sem að ég hef alltaf nefnt varandi þetta mál og það að sko við kjósum hverjir fara með löggjafavald, það er löggjafavaldið sem að velur framkvæmdarvaldið og það er síðan framkvæmdarvaldið eða ákveðin ráðherra sem að skipar dómara. Og ef að ráðherra vill fara á móti þessi nefnd sem að metur hæfni, þá þarf að bera það undir Alþingi aftur, en allavega þetta vald liggur einhver leyti á framkvæmdarvaldinu að skipa dómara. Þannig að hugsið ykkur hvað undir að kosningar séu alltaf hafnar yfir allan vafa sem var ekki í þessu málu. Þú þarft ekki að tala um svik eða hvað einhver gerði, þetta var ekki hafið yfir vafa. Nei. Og við í rauninni ennþá, og það það sem að gerir þetta svo sárt að hafa tekið þátt í kosningum, lagt mikinn tíma í það, mikla orku, niðurstaðan verður með ákveðnum hætti og það er að sætta sig við það, en það er svolítið erfitt að sætta sig við það þegar að framkvæmdin er með þessum hætti og sérstaklega þegar það var lagt að þingheimi að fara þá leið sem að hefði verið skást að boða til uppkosninga í einhverju mynd saman hvort það hefur verið á landinu öllu eða bara í norðvestu kjördæmi. Þú voru með þennan þetta val fyrir fram að sig. Þau höfðu þetta val. En það er líka sko vegna þess að og í því sambandi þá langar mig bara að vitna í orð núverandi forsætisráðherra sem sagði eftir stjórnlagaþingsmálið held ég bara orðrétt leiki einhver vafi á framkvæmd kosninga eins og þá var þá ber að endurtaka kosninguna. Það henta honum þá sko. Já, það henta honum ekki í þessu tilviki. Þetta fullir þér hann og segir þá, en í þessu tilviki hann og allur hans þingflokkur og allur sá stjórnmálaflokkur á þingi á samt Framsóknarflokknum og Miðflokknum og fleirum, flokki fólksins meðal annars, sá ekkert athugavert við að það myndi ekki gilda í þessu tiltekna tilviki þó að við værum að tala í rauninni alþingiskosningar, við værum að tala uppsprettu valds sem er rauninni það mikilvægasta sem við eigum frjálsar kosningar. En mér lágar kannski líka bæta við, ég held líka því að maður er náttúrulega mikið búin að velta þessu fyrir sér af hverju tekur fólk þessar ákvarðanir í þessum sporum, af því að aftur, maður vill trúa því að fólk sé gegn heilt og sé þarna á réttum forsendum.
ég held líka stundum, ég held að almenningur hafi líka pínu upplifað það í þessu máli að þegar að það kemur svona eitthvað kusk á flippan, þegar að því ég til dæmis er þannig gerður og ég trúi á það góða í að við erum lánsum að búa hérna í frábæru landi sem eru frjáls og kosningar og lýðræði en þegar það kemur eitthvað kusk á þetta, þegar það berskjaldast að það sé kannski ekki allt alveg frábært, þegar það kemur kannski í ljós að það er einhver minniháttar vélabilun í bílnum, að þá eða pabbi sé ekki alltaf góður við okkur, að þá viljum við helst ekki tala um það, við viljum ekki takast á við það, við viljum ekki feysa það. Það heitir náttúrulega bara þetta er bara samfélagsleg meðvirkni. Sem svolítið ríkjandi hér. Já, bara með einhverju ástandi, með einhverjum ágalla, einhverjum misfellum og við viljum ekki takast á við það vegna þess að það er erfitt og þetta hefur mig stolt að gera. Það tekist kannski þekktasta dæmi í svona dómsólunum eða kannski í gerfismáli þar sem það tekur áratugi að horfast í augu við það sem það kannski en síðan það margt í framkvæmd kosninga, það var á Vestfjörðum á sínum tíma, þá var sýslumaður einhvern veginn var ekki með kjörkassan í bílnum sínum opinn að keyra, það var nú gerði eitthvað svona gamanmynd þetta, þar sem að hann týndi misti kjörkassan niður eitthvað hlýð. Þannig það hefur verið vita svona kostningar eru svona og svo náttúrulega þetta mikið til í höndunum á sýslumönnum sem eru allt saman góður og gegnir innvígður og innmúraður eins og sagt sjálfstæðismenn. Ég held að formaður kjörstjórnar í Borgarnesi náttúrulega bara svona teikna þetta dálítið upp í öllum þessum fréttum sem við munum eftir á þessu máli og þessa daga. Rauninni hvað við höfum verið að sveitalubbast bara þannig ég vil segja það eins og með í jafn grafalvarlegan hlut og framkvæmd kosninga. Þetta hefur bara alltaf, við höfum aldrei innsiklað, þetta hefur alltaf bara verið svona, við höfum bara haft þetta svona, þetta hefur ekki verið nýtt mál. En þetta er bara miklu stærra mál en svo að við getum einhvern veginn verið bara að hafa þetta einhvern veginn í skottin á einhverjum bílum og ofan í einhverjum rassvæsum sko. En það má líka setja þetta í víðara samhengi og skoða lýðræðisþróun almennt síðustu árin og áratugina í hennu vestræna heimi. Nú sjáum við það eftir síðustu forsetakosningar í Bandaríkjunum, þar sem að sá aðili sem að tapar þeim kosningum, hann reynir að gera áhlaup á þinghúsið með hjálp sinna stuðningsmanna. Lýðræðið er í eðli sínu viðkvæmt, það er brothætt og ef að lýðræðinu er hættabúin í ríki eins og Bandaríkjunum, stóru og öflugu lýðræðisríki, hvað þá hjá okkur? Og við verðum að gæta að lýðræðinu, við þurfum að passa vel upp á það vegna þess að dæmin úr sögunu eru hræðileg ef við horfum til þess þar sem að lýðræðið hefur brugðist og einræðisherrar hafa náð völdum. Þú veist, það er lýðræðisfyrirkomulega ákveðnu landi og svo gerist eitthvað og einræðisherrarna er völdum. Það hefur við séð gerast. Þannig að þetta er svo almennt og þetta er svo viðamikið og við erum hluti af stærra samhengi og við eigum að tryggja það að hér séu frjálsar kosningar. Það var ekki gert. En spurningin er þá hvað á að gera núna? Ég held að það sé spurningin sem að brennur á almenningi. Það er komið í ljós að það broti gegn réttinum til frjálsra kosninga, hvorki meira niður minna og hverjir eru þá valmöguleikandi fram á við? Já, hvað gerist nú? Já, og ég held að séu 2 skref. Í fyrsta lagi þurfum við að tryggja breytingar og stjórnarskrá og þetta er það sem allir eru sammála það þarf að vera þarna bein kæruleið sama hvort það er, svo þú nefnir, til einhverjar sérstakrar hlutlausar nefndar sem er skipuð eða hvort það fari bara gennum dómstóla. Ég persónulega held að vera rétt að fari gennum dómstóla og það er þetta drífið því það er að gera það, en þú þarft 2 náði fyrir næstu kosningar. Já, því að svo þarf að samþykkja það aftur af nýju þingi. Síðar atrið eru þetta það að hvað ætla menn að gera við samvisku sína. Það er að segja þeir sem að lögðu blessun sína yfir þessar kosningar, hver eru þeirra svör? Hvernig ætla menn eftir atvikum að reyna að leiðrétta þetta? Ef að síðustu kosningar sem að hér fóru fram 2021 voru með þeim hætti að þær voru ekki frjálsar í þessum skilningi, það var broti gegn réttinu til frjálsra kosninga, hvað geta menn gert núna? Og ein leið er að boða til kosninga að nýju og tryggja það að við þær kosningar sem að þá færu fram þá leiki ekki vafi og þær séu sannanlega frjálsar. Það er vissulega möguleiki. En hver eru svörin? Þeir sem að fara fyrir þessum stjórnar meirihluta og þeir sem að fengu umboð í þessum kosningum til að stjórna okkar landi og fara með löggjafarvaldið. Hvernig líður þeim að umboð þeirra hafi verið veitt í kosningum sem að samkvæmt Mannréttindadómstóli Evrópu voru ekki frjálsar. En það verður hver og einn að eiga við sína samvisku, en ein leið er vissulega svo að boða til kosninga og tryggja eðlilega og rétta
framkvæmd þeirra, samhliða því sem við förum í stjórnarskrárbreytingar. Og ég hef mig líka bara höfða til þessara 42 þingmanna sem að í rauninni hleyptu þessu svona í gegn að bara spyrja sig knýjandi spurninga. Þegar við fá á sig þennan dóm Mannréttindadómstólsins. Já, bara hvert mitt hlutverk hérna? Er ég að standa mína plikt? Þú vilt eitthvað innihaldslausara svar heldur bara úpsi búpsi. Já, eða það sem við höfum kannski fengið og fengum hann strax á eftir að hinga til, við þurfum öll að læra þessu sem er svona nokkurn veginn og það, ég held að sé líka... Svo segir þetta reyndar, þá hef ég ekki heyrt þetta í svona 2 ára, þetta var viðvarandi svar ráðamanna alveg bara í áratug. Já, við þurfum að læra þessu. Þetta var gegnumgangandi sérstaklega gegnum þetta mál líka, sko. Við þurfum öll að læra þessu, þetta er bagalegt og við vitum að þessu en við ætlum öll að læra þessu. En gerum við það, raunverulega, nema við horfumst í augu við vandann, fáum kannski svona ákúrur utan eða dóm sem er greinilega það sem við Magnús vorum alltaf sammála að það var það sem til þurfti úr því sem að var komið, veist að þingið gat ekki staðið undir ábyrgð sinni sem að sannarlega var með það á herðunum að tækla þetta á fara í uppkostningu sem hefði verið eina rétta niðurstaðan. Veist að þau gátu ekki axla þá ábyrgð, þá urðum við að fá þetta utan og þess vegna fórum við út í þetta en líka í því samhengi og fyrir undirbúningskjörbréfa nefnd og í samtölum við þingmenn á þessum tíma að þá vísuðu við báðir og bentum á annan dóm frá Mannréttindadómstólnum, heldum álega sem var að Belgíu, það sem aðstæður voru einhverju leyti keimlíkar varðandi þetta að þingmenninir sjálfur vera staðfest eigið kjör. Þannig að þetta lá svo sem alveg fyrir og við bentum á það að ef það yrði ekki boðið til uppkosninga þá færi þetta fyrir dómstólinn og eftir atvikum með þeim afleiðingum sem við sáum í morgun þegar að dómur féll í málinu. En fólkið, þeir að tala um það, sem að ákveður að fara þessa leið, að það er að fara eftir þeirrum reglum sem að fyrir lágu. Það sem að Mannréttindadómstóllinn er að finna að núna er að reglum þessu vitlausar. Já, en í rauninni er dómurinn ekki að segja okkur neitt nýtt. Því að þetta hefur legið fyrir, þetta er ekki einhver ný sannindi að kerfið okkar sig gallað að þessu leyti. Það hefur legið fyrir og lág fyrir þá og var mikið rætt. Og það hefur verið talað um að breyta þessu í áratugi frá lýðveldisstofnun. En dómstóllinn segir samt líka, tiltekur það að það hafi ekki verið ágreiningur það á milli lögmanna ríkisins og okkar varðandi það sem að dómstóllinn talar um irregularities. Regarding the election í norðvestur kjördæmi. Þannig að það er líka fjallað um það og það hefur verið það sem að raka okkur í það að á sínu tíma að krefjast uppkostning á annað borð. Þannig að hann þarf bara ekkert að taka á því út ef það er ekki ágreiningur um það. Nei, það er allir sammála það. Reglunar sem að Alþingi getur gert þetta sem það gerði, að það er dómurinn að finna því að Alþingi getur orðið dómar í einsök eða hvað þessum orða það. Vandinn við það lá fyrir og þar að leiðandi hefði það átt að leiða til þess að þingið eða hefði bóðað til nýrra kosninga. En þá eru menn líklega með svona hagsmunamatt. Það er að bjóða til nýrra kosninga það sem að úrsliti getur orðið allt önnur en síðast. Geta kosið svona haft áhrif á þá persónulega? Tæknilega, breytt atkvæði sínu öðruvísi ef það er kosið aftur, sérstaklega ef það er kosið bara í norðvestri. En líka ef það er kosið á öllu landinu, það getur bara fólk getur ástofað atkvæði sínu öðruvísi og þá með þetta menn við vorum búin að fá svona meir og minna niðurstöður í kosningunum, hvernig hugur fólks var til flokkana, þó svo að Guðmundur fari ekki á þing heldur komið Guðbrandur í staðinn og þó að Jóhann Páll fari á þing en ekki Rósa Björk og öll þessi þingekja sem að verður, að þá eru þetta þótt þessi stórtatriði í þínu lífi, ef þú horfir á heildarmyndina eins og menn er að segja núna, ég ætla að horfa á heildarmyndina, að þá eru þetta svo litlir hagsmunir að þú eru bara að býta í það súra epli. En þetta verður aldrei snúist um þetta. Nei. Og eins og í mínu tilviki, ég var hvorki inni fyrir talningunni eða eftir. Þess vegna fannst okkur svo mikilvægt að við varum að fara saman með máli með ólíka. Ég var að reyna að leika það hvernig þau hafa hugsað sem að tóka þessu ákvörðun. Alveg rétt. En við fengum mikla gagnrýni og ég sérstaklega fékk gríðarlega mikla gagnrýni frá valdamiklu fólki. Bæði í blaðagreinum og blaðaskrifum og í spjalláttum að ég var að reyna að grenja mig inn á þing. Það snérist aldrei um það. Nei. Þetta var niðurstaðan. Þeir sem voru til þess bærir að taka afstöðu til þess hvort að svo niðurstað verið rétt eða röng voru búnir að því. Þing komið saman og allt í góðu með það. Þetta snérist um það prinsip að við gætum ekki haft þessar leikreglur.
að við gætum ekki haft dómara í eigin sök og við þyrftum, og ég held að við höfum báðir séð það, að eina leiðin til þess að þoka því máli áfram, gera þessa betrumbætur á kerfinu, væri að fara með málið. Það sem ég er að velta fyrir mér hvað lá á bakvið ákvörðunina, að það væri það að það lá svona meir og minna ljóst fyrir hverju væri svona valdahlutdeildin á þingi, þó það væri, og sumilegt það ekki tengt beint sko kosningunum heldur hvað það er ákveðin veikleiki í íslensku kosningalögunum. Þessi hringekja þarna í lokin, þar sem að menn geta bara hendst á milli inn og út á þingi í 2 atkvæðum sem falla í sko allt öðru kjördæmi heldur þú ert í sko. Já. En ég held að kjarnaatriði sé þetta er prinsippmál og þegar að kemur að atriðum sem að varða lýðræðið okkar og uppsprettu valdsins, þá gefum við engan afslátt. Og við heldum því fram á þessum tíma, alveg óháð því hverju voru að detta inn, hverju voru að detta út, hvort að þessi stjórn hefði haldið sínu meirihluta eða hvort að þetta hafi nú bara leið nokkuð veginn fyrir eins og orðar það. Það er bara ekki atrið. Við heldum því fram að þessar kosningar væru ekki hafnar yfir allan vafa eins og rétt væri og að það væri brotið gegn réttinu til frjálsra kosninga. Það er gríðarlega stórt og alvarlegt atriði sem nú hefur verið staðfest, þannig að algjörlega óháð einhverjum hugleiðingum það hvað hefði gerst hefði verið boðað til uppkosninga, þá þurftum við að búa við það og búum enn við það að núverandi Alþingi fékk umboð sitt í kosningu sem ekki voru frjálsar. Það snerist þetta. Það er alveg klart að það er að taka prinsip afstöðuna, að þá boðar þetta kosninga bara núna, af því það leikur vafi á því hvort að það þing sem að situr hafi verið löglega kosið. Klárlega. Það er prinsipafstöðun. Þess vegna er ég að leika mér hérna með hagsmunamatið, af því að ég held að það hafi spilað inn í þarna 21 og spila ennþá í dag hvernig fólk ætlar að taka við þessu, því að leiðu þú viðurkennir að þetta sé alvarlegur dómur yfir ríkinu, að þá eiginlega verður að búa þetta kostingar. Við heyrðum það bara í þinginu strax sko, það sem að stjórnarnastöðu þingmenn náttúrulega koma upp og tala um hvað svo alvarlegt þetta er, hvað þetta er mikill áfellisdómur, en það heyrist í rauninni ekkert frá meirihlutanum, þeim einum af þessum 42 sem að tóku þessa ákvörðun, annað en að draga það sérstaklega fram hvað vinna byrgisnefndarinnar hafi nú verið vönduð. Þannig að maður heyrir það alveg strax hvar tregðan er, hvar línurnar liggja, og það gefur mann ekkert sérstaklega mikla von að það sé eitthvað verið að fara að sparka í dekkin í að koma þessu í eitthvað lag. En hugsaðu ykkur samt hvað þetta er súrrealist, þetta er súrrealist mál frá öllum köntum, og ef maður hugsa bara eins og bara fyrir mig persónlega, svo ég bauð mig fram til Alþingis árið 2021, ekki vegna þess að ég átti mér eitthvað draumum að verða eitthvað stjórnmálamaður, síður en svo. Það hefur aldrei blundað í mér eitthvað svoleiðis von. Ég bauð mig fram vegna þess að ég brenn fyrir samfélagið mitt, sem mér finnst vera raddlaust og eiga það til að gleymast, og mér langaði til að lyfta því og nota það sem ég kann og get, sem er röddin, til þess að tala fyrir samfélagið sem ég elska. Svo lendi maður í einhverju atburðarás sem er svo súrrealísk að hún ætti eiginlega heima í einhvers konar sjónvarpsþáttaseríu. Hún lendir í allt öðru leikriti eitthvað. Allt öðru leikriti og núna, nærið því 3 árum síðar, frá því að hafa tekið það ákvörðun að langa til að vinna fyrir samfélagið sitt, að þá er maður ennþá með hangandi yfir sér eitthvað mál breytingar á stjórnarskrá, uppbóta þingmenn hingað og þangað og einhverja ákvarðanir fólks, kjörinna fulltrúin á þingi, eða hvort þeir ætli að fara í það að laga einhverja leikreglur sem var alls ekkert það sem að ég bauð mig fram til þess að gera. Og það sem er kannski annað í þessu líka er að því að maður hefur svo mikið í frammi og að því að maður við Magnús voru kannski dálítið svona helst í því að rífa kjafti yfir þessu máli, þetta bara særði réttlætiskennd okkar og við vildum taka þetta mál alla leið, að þá fær maður líka á sig þannig ekkert rosalega eftirsókn að vera stimpil að vera stjórnmálamaður, sem ég var í korter. Og maður er einhvern veginn kvartaði því að þú bauðst þig fram til þings og fólk lítið á þessum stofnum. En ef maður kemst ekki inn á þing, þá vil maður bara ok, flott, lokum þessum kafla, snúum okkur að ykkur öðru. Það er svo margt í lífinu sem er skemmtilegt að gera og sem maður brennur fyrir, en það hefði verið rosalega gott að geta lokað þessum kafla. Ok, við prófum þetta var skemmtilegt, kosningabaráttið er skemmtileg, en nú snúum okkur að ykkur öðru, því að við brennum fyrir svo margt, en hér erum við ennþá að tala einhverja atburðarás í Borgarnesi. Og kannski þannig að þetta var svona orðið að fortíð í lífi ykkar beggja. Svo kemur dómurinn og þá allt í einu rifjast eiginlega upp þetta mál. Þá rifjast upp tilfinningar og aðstæður og samtöl sem maður átti á þessum tíma. Maður er komin nokkur ár aftur í tíman. Við töluðum saman í síma í morgun og þurftum svona aðeins að voru sammála um það. Við erum svolítið þurft að
að dusta rykið af. Hvernig var þetta nú aftur allt saman? En þið fenguð ekki á eitthvað svolítið svona hörð viðbröð að þið verðuð eiginlega að skemma partíið. Algjörlega. Ég meina, þetta nú allt í góðu hérna og hvaða leiðindi eru sættið ykkur bara við þetta? Fólk skiptist í tvo hópa hvað þetta varðar. Það var annars vegar mjög stór hópur sem veitti manni mjög öflugan stuðning í þessu að þetta veri stórt lýðræðismál sem að varðaði hagsmuni íslensks samfélags að lýðræði væri nú í lagi hjá okkur. En svo var það vissulega annar hópur sem að auðvitað vildi verja völd sín og kannski eðlilega og þú komst inn á það hérna áðan með þetta mat sem að menn framkvæmdu. Já, hvað gerist ef að við förum í uppkostningar og hverjar eru afleiðingarnar? Frekar en að spá í því hvort að kostningarnar hafi í raun og veru verið frjálsar, þá eru menn að hugsa afleiðingarnar. Og þeir sem eru að hugsa afleiðingarnar eru þeir sem að unnu kostningarnar og fengu kjörgengi og komist á alþingi. Þannig að þú getur alveg hugsað þetta hypotetist. Nú hef ég ekki ætlað nokkru manni að hafa svindlað nokkuð tíman. En ímyndið ykkur, ef að þær aðstæður kæmi nú upp einhvern tíman, að það væri svindlað í íslenskum kostningum og það væru aðilar komnir inn á þing með einhverju miklu svindli og svo ættu þeir sjálfir, þegar einhver kvartar yfir því, saman hvort það eru menn eins og ég og þú eða einhver annar, að þeir sjálfir, svindlararnir, ættu þá að kveða upp úr það og framkvæma einhvers konar hagsmunamat á því hvað gerist frekar en bara hvort reglunir hafi verið brotnar eða ekki. Það er í eðli sínu svo óeðlilegt og það býður hættunni heim og það er af þessum ástæðum ekki endilega út frá nákvæmlega þeim málsatvikum sem þarna urðu eða voru í norðvesturkjördæmi, heldur út frá fordæminu sem að getur orðið. Og líka bara að þessi gluggi sé þarna bara opinn, að þetta sé hægt og það er í rauninni ekkert sem við getum gert til að koma í aðfriða. Nei. Það var aldrei komið ljós hvernig þingkosningarnar fóru í norðvesturkjördæmi. Sem er svona að því að maður hefur svolítið að vera að leita eftir því að sko loka þessu máli, það hefur svolítið legið, við erum að viðurkenna það svona þegar við fengum þennan dóm í morgun að maður var alveg 100 kílóum léttari að því þetta er svona en það, þegar þú segir þetta þá heyrist mér að þetta sé kannski eins mikil lokaði klukki eins og maður var að vona. Nei, sko réttarfarslega þetta mál er ekki að það er enginn að fara að áfrýja þessum dómi og íslenskum stjórnvöldum ber engin skylda til þess að búa til kosninga eða neitt slíkt. Eina sem þessi dómur felur í sér er það að það hefur verið metið af mannréttindadómstólnum að íslensk stjórnvöld hafi brotið gegn tilteknum ákvæðum mannréttindasáttmálans sem að er lögfestur hér á landi. Eins og ríki reyndi að verja sig að þau hefðu ekki gert. Nei. Þau báru fram varnir hvað það var og töldu sig ekki hafa gert það. Það kemur ljós að svo þeirra málstöður er ekki réttur, heldur ykkar. Nei. Kostningar, þar sem að brotið er gegn réttinum til frjálsra kostninga, þær eru í eðli sínu ekki frjálsar og þeir sem að fengu umboð sitt í þessum kostningum þurfa alvarlega að hugsa sitt mál hvort að þeim finnist eðlilegt að starfa áfram á grundvelli þessu umboðs þegar þetta liggur fyrir. Hver og einn verður eiga það við sína samvinsku. Já, og mér finnst líka talandi um að loka eitthvað, að fá eitthvað niðurstöðu að því að mér finnst líka svo mikilvægt að draga það fram að þó að við Magnús höfum farið í þennan dans og beðið allan þennan tíma og sett bæði okkar tíma og peninga í að keyra þetta mál áfram út í Strasbourg, að þá snýst þetta náttúrulega rétt borgarna, rétt okkar allra. Þetta er ekki eitthvað við að vera með leiðindi að því að við erum tapsárir. Þetta snýst rétt okkar allra. Þannig að ég ætla bara að ganga svo langt að segja að þeir sem að stóðu að því að í rauninni að góðkenna þetta í þinginu skuldi bara borgurum. Já, það er forseti Alþingis, Birgir, en það er líka þáverandi forsætisráðherra sem er núna í forsetakjöri. Algjörlega. Heldur betur. Ég heldur sem meira að ferðast í kjördæminu þessa dagana. Já. Það er ágætt bara að ræða þetta við borgarna. Hún byrjaði á Ströndum. En hugsiði þó líka í því samhengi, ef við viljum taka þá umræðu, hvert er hlutverk forseta Íslands? Nú það er meðal annars það að vera gæslumaður lýðræðis, ef að það verður gjá á milli þings og þjóðar að vísa málum í þjóðaratkvæðagreiðslu eins og þekkt er. Þarna fór hún fyrir stjórnar meirihluta sem að lagði blessun sína yfir kosningarnar í norðvesturkjördæmi og nýtti ekki þá möguleika sem að lögin buðu upp á með þeim afleiðingum að kosningarnar voru framkvæmdar með þeim hætti að það var brotið gegn réttinu til frjálsra kosninga. Hvað finnst verðandi, eða já, við vitum það svo sem ekki, gæslumanni lýðræðis þetta?
hver eru hennar svör við því? Hún fór fyrir stjórnarmeirihlutanum á þessum tíma og ég held að það sé fyllilega eðlilegt að hún sé allavega reiðubúin að eiga heiðarlegt og opið samtal það. Hún mun vísa til þess að það standi til að breyta stjórnarskrá og að tryggja þessa kæru leið. Það eitt og sér vissulega gott, en það dugar ekki til. Nei. Það dugar ekki til. Það breytir ekki niðurstöðuna að gjörningum eða bara þeirri staðreind það þurft að kjósa aftur vegna sem við vitum ekki hvernig þessar kosningar fóru. En eina afleiðingu þess var að það var óvissa og þess vegna tóku stjórnarflokkarnir sér ógnar tíma í að búa til stjórnarsáttmála. Muni geta því, ég held að það verið bara í góðu skjóli. Ég held að svo eins og amma mín hefði sagt sko, en þeir farnaðist ekki vel. Því að þessi ríkisstjórn á þessu kjörtímabili hefur verið sko langdregin hörmungarsaga. En það er líka eitthvað karma í þessu. En það er líka ágætt að rifja það upp að því að við erum að tala þarna fyrirverandi forsætisráðherra sem að núna er að sækjast eftir öryggisventilshlutverki að það hvesti gríðarlega í hennar eigin þingflokki. Það var Svandís Svavarsdóttir meðal annarra sem stóð að minnihluta áliti Byrgisnefndarinnar að fara í uppkosningu og ég veit að það hvesti hressilega á milli þeirra í þessu tiltekna máli og enda greiddu þær atkvæði í sikur áttina. Og það voru þingmenn sem að samþyktu ekki eigi kjörbréf, við skulum hafa það í huga. Það var eins og Arndís Anna í Pírötum, hún gerði það ekki, svo dæmis við tekin, kaus gegn eigir kjörbréfi. Já, þannig að það er ekkit gegnum sneitt að fólk hafi verið að taka afstöðu með því sem að þau sjálf báru úr bítum, heldur báru hag almennings. En það er bara, þú veist, ég hvet fólk bara til að skoða þennan lista af þingmönnum. Hverjir það voru sem að stóðu réttu megin við línuna sem er alveg skýr. Hún er alveg skýr. Hverjir stóðu hérna megin við réttlætið og hverjir stóðu röngum megin. Herru, það er ég veit ekki hvort að Ísland sé að batna en það er stundum batnar það eitthvað pínulítið og þá oft út af mönnum eins og ykkur sem að fara með mál svona til Mannréttindadómstólsins og kemur ykkur niðurstað tilbaka sem að verður að taka mark á. Nenna verið með leiðindi. Nenna verið með leiðindi og ég þakka ykkur fyrir það. Nenna því. Guðmundur og Magnús, kæra þakkir. Takk sem leiðis. En við ætlum að sitja hérna áfram ekki til þess að vera með neina leiðindi, heldur bara að reyna að skilja heiminn. Næsti kafli eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is